Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin enn eina ferðina í mánudags umfjöllun okkar hér á samstöðinni fjölmiðla. Við hófum leik rétt eftir áramót og höfum komið víða við. Margir gestir sem hafa komið hér að rauða borðinu. Í dag verður ekki undan því veikist að ræða málana sem afsögn Ástu Lóu og fréttaflutningur þar á undan og eftir, getur maður líka sagt, mjög pólariserað mál. Margir fjölmiðlamenn, jafnvel fyrirverandi starfsmenn Ríkisútvarpsins sem rífa hár sitt og tæta, segjast aldrei hafa séð jafn ömurlega fréttamennsku hjá þeirra gamla vinnustað, en það líka til hellingur af fólki sem segir að fréttin hafi verið lögmæt og botna ekkert í þeirri gagnrýni sem hefur komið fram á fréttaflutningin. Nú þegar mál svo mjög á milli tannafólks og svo ólíkar skoðanir, þá gott að kalla til blaðamenn. Og hér eru komnir að þessu rauða borði 3 blaðamenn sem eiga það kannski sameiginlegt með mér að þetta eru blaðamenn á minni miðlum. Stundum eru það blaðamenn stærri miðla sem einoka umræðuna, en hér í dag þá ætlum við að ræða sjónarmið einyrkja fjölmiðlunga, eða hvað maður á að segja, og hvað þeim finnst þetta mál. Það hérna, ég veit ekki alveg hvernig ég á að halda áfram með kynninguna á þessu, en það annað sem að mér dettur í hug að traust á íslensku fjölmiðlum hefur verið frekar lélegt. Það hefur verið undir 30%. Og maður heyrir það hjaðna enn við þetta mál og við þessa umfjöllun. Og ein undirliggjandi spurning í þessari fjölmiðla úttekt samstöðvarinnar reglulega á mánudögum hvernig við getum bætt blaðamennsku, bætt umhverfið, aukið traust og fengið heilbrigða umræðu fjölmiðlun. Og ég held að þetta Ástu Lóu mál sé ágætis dæmi ólíkar skoðanir sem hafa komið fram, og vonandi verður það þannig hér að við fáum mörg sjónarhorn. En verið þið velkomin öll 3. Takk fyrir. Þú hérna, svo maður byrji bara á að kynna ykkur. Þú Brynjar Birgisson, þú starfar á Mannlífi. Mikið rétt. Og þú með nokkuð langa reynslu af blaðamennsku. Sagðir mér ekki fyrir þáttinn að það væri eitthvað 18 ár síðan og byrjaði á DVF? Jú, ég byrjaði á DVF þegar ég var 18 ára að taka helgarvaktir. Já. Og fór síðan stutt eftir það að skrifa fyrir fótbolti.net. Já. Og síðan vann ég líka tíma sem blaðamaður á Síðu og Hirt, svona undir restina hjá blaðinu. Þannig að þú þekkir það að vera tabloid blaðamaður. Já. Þú hefur stundum unnið við það að skrifa fréttir sem að margir kalla endaþarm blaðamennskunar, ekki satt? Ekki margir, en einhverjir, alveg klárlega einhverjir. Þannig að það verður fróðlegt að heyra hvað þér finnst fréttaumfjöllun Ríkisútvarpsins og annarra miðla hér þetta Ástu Lóu mál. Nú, þú kemur nú úr annarri átt, Steingerður. Þú ert Steingerður Steinarsdóttir, varst lengi ritstjóri Vikunnar. Já, það passar. Hve lengi? 10 ár ritstjóri, blaðamaður í 8 ár þar áður. Og ég hef unnið og komið kannski við nánast flesta miðla bara sem hafa verið reknir hérna á Íslandi, því ég búin að vera í blaðamennsku frá 1989. Já, Þannig að ég hef unnið fyrir RÚV og ég vann fyrir Moggan tíma og ég fór svo yfir á uppeldi sem var gefið út fyrir foreldra hér áður fyrr. Já. Skrifaði líka fyrir Ungi Anda sem var tímarit fyrir 65 ára og eldri. Og svo fór ég á Vikuna sem blaðamaður, var þar í 8 ár. Ritstýrði svo blaði sem hét Hann hún. Og hérna fór á hausinn í hruninu eins og mörg önnur góð fyrirtæki. Og þá fór ég aftur inn á Fróða sem þá var orðin Birtingur og byrjaði á gestgjafanum og svo bauðst mér Vikan, þannig að ég tók við því starfi og var þar í 10 ár. Og núna ritstýri ég vefnum Lifðu núna sem fyrir 65 ára og eldri, þannig ég komin í hring. En þú sem þekkir vel bæði fréttir og greinaskrif fítjurefni. Já. Og verið í öllum pakkanum, eins og sagt er. Já. Einmitt. Og Frosti, þannig sumir kynnu nú að segja að það verið óþarf að kynna þig, en ég ætlum samt að gera það sko, og spyrja þig, hvenær hófst þú afskipti af fjölmiðlun eða blaðamennsku?
Það nú einhvern veginn seint á síðustu öld sem ég segi nú stundum til gammans, ég byrjaði nú að bera út DFF þegar ég var 12 ára eða eitthvað. Og svo nú að keyra út gestgjafan og þessi tímarit hjá Fróða einhvern tímann eftir ég fekk bílprófið. En ég byrjaði að skrifa fyrst, það var í Fókus innblað DFF einhvern tímann 98-9. Og svo byrjaði ég á X-inu 99 og það náttúrulega lengsta samfellda starfið sem ég var þar í 23 ár samtals á X-inu 977 og með því var ég líka á Vísi og Fréttablaðinu og svona eitt og annað sem hefur. Og Stöð 2 náttúrulega var í nokkur ár í Ísland í dag. Þannig að þetta nokkuð langur ferill þó að hann fölni í samanburði við reynslu Steingerðar sem náttúrulega reynsluboltinn hér við þetta borð. Já, segðu það bara Frosti minn, ég orðin gömul. Ég hef alltaf litið upp til þín líka. Það bara þannig. Takk fyrir. Vindum okkur þá í þessa umræðu. Við kannski náum að ræða líka vilja sumra þingmanna til þess að grandskoða blaðamenn fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd eða einhver önnur mál. En við skulum byrja á þessu áttúlugamáli. Byrjum þá á reynsluboltanum. Hvað heyrður þessa frétt klukkan 6 síðastliðinn fimmtudag í kvöldfréttum Útvarps? Já, ég heyrði þetta þá fyrst og ég verð að viðurkenna það. Ég var svo lítið hissa strax þá á því að hún skildi bara almennt hafa tekið þetta starf og ég tel að það hafi verið mistök hjá henni að gera það. En hins vegar þá get ég alveg borið virðingu fyrir henni fyrir það að hún tók rétt ákvörðun að segja af sér og gera það strax. Það eitthvað sem íslenskir stjórnmálamenn hafa hingað til ekki gert. Þannig að það minnst segir okkur að hún hefur rétt viðhorf hvað það varðar. Síðan þessi frétt var flutt, það hafi verið borðnar brigður á allan okkur efnisatriði sem komu fram í fyrstu útgáfu fréttarinnar. Ég held að það sé óþarfi að tíunda það hér, hvað það við vitum það öll, þetta spurningum valdamun, viðhorf drengsins, aldur, hvort það 15 eða 16 og hvort það skiptir miklu máli, að lesa upp úr lögum sem gilda í dag í sjónvarpsfréttinni og svona, þú kannski séð yfirlýsingu Heimis Más, þar sem hann sjálfur rekur það, hann vægast mjög ósáttur, hann þetta upplýsingafulltrúi flokksfólksins, hefur hagsmuna geta, en hefur ekkert komið fram síðan meinta rangfærslur sem hefur breytt þessu álitið þínu? Nei, bara alls ekki. Nei. Við skulum bara átt okkur á því að mennta- og barnamálaráðherra æðsti verndari barna í landinu. Og við bara komumst ekkert hjá því. Og við myndum heldur ekki vilja hafa mann sem hefur stundað launaþjófnað eða mannsal á vinnumarkaði sem vinnumálaráðherra. Fólk verður alltaf að líta þannig á að það alveg sama hvernig þetta mál lítur við. Ég ætla svo sem ekkert að dæma þeirra samband. Það einkamál og mér finnst algjör óþarfi að fordæma þessa konu eða fordæma þeirra samband. En það líka bara ákveðin líffræði þarna á bakvið. Að við vitum það að heili mannsins ekki fullþroskaður fyrir að maðurinn orðin 25 ára. Fram að því eru taugaboð og taugaendar í framheilanum að mótast. Og unglingar, sérstaklega á kynþroskaskeiði, þeir hafa litla stjórn á hvötum sínum og tilfinningum. Þeir hafa ekki fullþroskaða dómgreind. Þeir eru ófærir til dæmis að skipuleggja fram í tíman og þeir eru mun verri heldur við, fullorðna fólkið, í að greina orsök og afleiðingu. Og þegar Ásthildur Lóa sendi frá sér sína yfirlýsingu þá brá mér svo litið við vegna þess að hún líkir þessum dreng sem hún átti í samskiptum við eldihrelli sem tegund af ofbeldi. En mér fannst hún bara hreinlega að vera að lýsa venjulegu 15 ára barni. Og ég 7 árum eldri heldur en hún
og ég lifði þessa tíma og ég bara get ekki tekið undir það sem fólk að segja að þá hafi verið aðrir tímar og litið öðrum augum á sambönd þar sem aldursmunur var að þessu tagi. Ég átti vinkonu sem var 15 ára og var í sambandi við 18 ára strák og mamma hennar var algjörlega brjáluð yfir þessu og gerði allt hvað hún gat til að stíga þeim í sundur því að henni fannst aldursmunur nóg mikill og ég átti líka barn þarna 1989 eins og Ásthildur Lóa og þá þegar í gangi mikil umræða það að það þurfi að hækka sjálfræðisaldurinn vegna þess að 16 ára börn séu einfaldlega ekki fær að hafa fullt sjálfræði sín mál og ég held að allir foreldrar sem hafa alið upp unglinga geti tekið undir það með mér að 15-16 ára gömul börn eru ekki fær að sjá fótum sínum forrað. Ef það væri, þá myndum við ekki nenn að hafa þau inn á heimilinu. Við myndum örugglega að losa okkur við þau því þau eru hundleiðileg. Og þá líka að það verður ákveðin umskipti í bara lífi barna þegar þau verða 18 ára. Það verður allt annað að tala við þau og það verður allt annað að bara vinna með þau. En á grunni þeirra gagnrýni sem komið hefur fram á blaðamennskuna, hvað heldur þú að skýri, ég segi bara þá heift sem í samfélaginu vegna þessa fréttaflutnings, það virðist vera að minnsta kosti annar hver íslendingur sé algjörlega brjálaður út í ríkisútvarpið, allavega hvernig það flutti fréttina. Hvað heldur þú þá að skýri það? Ég held að það sem skýri það að þetta auðvitað viðkvæm mál. Allt sem að snertir tilfinningalíf okkar og samskipti fólks í milli, það eru viðkvæm mál og þau eru alltaf erfið og þau eru mjög erfið að stíga inn í af því að það eru vissulega alltaf tvær hlíðar á slíkum málum og stundum eru miklar tilfinningaflækjur og annað og þetta mál allt sem við vitum það ber þess fyllilega vott. En við komumst aldrei hjá því að meginmálið að hún mennta- og barnamálaráðherra og hún hefur þessa sögu. Þú veist, það allt annað að vera þingmaður með þessa sögu og meira segja þó að hún hefði verið heilbrigðisráðherra, þá hefði það verið annað. En þetta æðsti verndari barna í landinu og við getum ekki sagt okkur við að hann hafi þessa sögu. Þú ert að segja að einhver hluti íslendinga rugli saman konunni og einstaklingnum Ástu Lóu og hins vegar þeirri ábyrgð sem hún sem ráðherra þarf að gegna. Og það hefði verið stórkostleg yfirsjón af hálfu Ríkisútvarpsins ef að þeir hefðu ekki flutt fréttir af þessu. Það bara beinlínis skylda þegar þetta komið inn á þeirra borð að þá það bara beinlínis skylda að flytja fréttir af þessu. Sumir eru að tala að fréttin hafi verið einhliða. Hún hafi byggt eingöngu á framburði hans og framburði þessara fyrrumtengda móðir hans og það kann vel að vera en þau hafa jafn mikinn rétt á því að segja sögu sína eins og Ásthildur Lóa og mér skilst að fréttastofan hafi reynt að ná sambandi við hana leið og þetta byrjaði og það náttúrulega það sem við gerum eins sem blaðamenn og okkur ber líka skylda til þess að fá það líka upp á borðið og svo skilst mér bara líka að það alltaf svolítið erfitt eins og ég segja að stíga þarna inn í að hann kann að hafa, barnsfaðir hennar kann að hafa upplifað eitthvað sem tálmun og við vitum ekki hvernig hann upplifði þetta ástarsamband, hvort og honum fannst hann vera eldirellir, hann hefur ekkert það sagt og þessi tengdamóðir hún hefur einhverjar ástæður fyrir því að hún ákveður að upplýsa þetta mál og eins og ég segi sem blaðamenn þá getum við ekkert annað og þetta ekki persónulega farið á stað af fréttastofu útvarps til þess einhvern veginn að ráðast gegn einhverjum einstaklingi. Það bara einfaldlega verið að segja frétt sem ekki hægt annað en að segja. Heldur það að ráðherra innan Sjálfstæðisflokksins hefði fengið sömu meðhöndlun? Því það eru margir sem benda á að það sé ákveðin mannamunur meðvitað eða ómeðvitað þá séu fjölmiðlar svona sæknar í að veita flokki fólksins aðhald, kannski vegna þess að við erum ekki vönið í að
flokkur eins og flokkur fólksins sé í ríkisstjórn. Heldur að hefði orðið sömu efnistökk ef Geir Haarde hefði átt þennan launson eða laundóttur eða eitthvað sluðis? Já, og fréttin hefði verið sett út áður en Geir hefði veitt viðtal? Já, ég held það. Mér finnst saga Ríkisútvarpsins vera þannig að þeir hafa ævinlega reynt að gæta hlutleysis eins og hægt er. Við erum náttúrulega öll bara mannleg og breisk og við komum öll að borðinu hvort sem við erum að skrifa fréttir eða greinar með þá reynslu í farteskinu og það bara okkar persónu og við komumst aldrei undan því þannig að við verðum aldrei fullkomlega hlutlaus. En ég meina, fréttastofan brást við strax leið og það komst upp að Sigmundur Davíð hefði átt fyrirtæki sem kemur upp í Panama-skjölunum. Þeir hafa brugðist við gagnvart því eins og þeirra að Bjarni var í boði þarna þeirra samkomutakmarkanir voru. Þannig ég sé ekki að það ég hef ekki allavega orðið vör við það hjá Ríkisútvarpinu að þeir séu í einhverju einelti gagnvart einhverjum tilteknum flokkum eða fólki sko. Ég spyr meðal annars til þess að varpa ljósi á hluta umræðunar á Facebook. Akkurat. Ég held nú einmitt að fréttaflutningurinn hefði verið alveg jafn skarpur en ráðherra Sjálfstæðisflokksins hefði ekki fengið þessa samúð almennings í kommentarkerfunum sem Ásthildur Lóa fær. Skil. Það er augljóst að almenningur upplifir þetta miklu leyti sem einhvers konar nornaveðar og þess vegna er honum misboðið. Ég held að það sé hollt og gott að almenningi misbýður þegar hann fær á tilfinninguna nornaveðar sé að ræða en ég held að það sé rétt sem Steingerður segir að það verður að gera greinamun á persónunni og síðan ráðherranum og mér finnst nú mikil viska í öllu þessu sem að hún segir hér á undan en ég verð þú að bæta við sko að það auðvitað þannig á þessum tíma þá var samt sem áður sko sjálfræðisaldur 16 ár og hvað heitir það, samræðisaldur 14 meira að segja. Kynræðisaldur. Kynræðisaldur, já, heitir það víst. Og þetta eru aðrir tímar hvað það varðar. En það er þarna undirliggjandi augljóslega ásökun tálmun. Það kemur fram í fyrstu frétt að barsfaðurinn segir að hann hafi ekki upplifað þetta samband sem ofbeldi eða hann hafi verið eitthvað fórnarlamb en að Ásthildur Lóa hafi tálmað umgengni og það er líka það sem að fyrrverandi tengdamóðurinn segir í einu viðtalinu að þegar að hann hafi verið tengdasonur hennar í öll þau ár sem að það var að þá hefði henni alltaf sviðið það að hann hefði ekki fengið að umgangast þetta barn sitt og þegar hún sér Ásthildur Lóu síðan verða barnamála ráðherra þá misbjóði henni það og þetta er raun og veru sko auðvitað hún hafnar því að tálmun hafi verið að ræða en þið getið alveg séð bara í frásögn hennar, hún lýsir því sjálf að þessi ungi piltur, ungi faðir hann hafi óskað eftir því að vera viðstaddur fæðingun og hann hafi fengið það. Það er ekki algilt árið 1990 að pappar væru inn á fæðingarstofunni, held ég. Hann sýndi samt hann áhuga. Hann er síðan í virkri umgengni við barnið allt fyrsta árið samkvæmt Ásthildi Lóu og hann segir að því hafi snögglega verið hætt þegar að hún kynnist að hún stoppar það þegar hún kynnist núverandi eiginmanni sínum. Hún lýsir því sjálf að það hafi komið úrskurður eða krafa frá dómsmálaráðuneytinu, hann sem sagt fer til yfirvalda til þess að leita réttar síns og fær sem sagt dómsmálaráðuneytið með sér í lið og kemur með kröfu að hann eigi að fá umgengnisrétt 2 helgar í mánuði eins og var algengt á þessum tíma. Þetta helga pappa fyrirkomulag, núna í dag er það meira svona vika og vika en á þessum tíma fengu papparnir aðra hverja helgi. Og Ásthildur Lóa lýsir því sjálf að hún hafi, hvernig orðan á það kom ekki til greina að minni hálfu að senda barnið til einhvers manns sem að það þekkt ekki, þannig að barnið 2 ára gamalt. Þá er auðvitað búið að samkvæmt tónum tálma umgengni í heilt ár og barnið auðvitað þekkir ekki pappan sinn lengur sem hann umgekst samt fyrsta árið. Og þannig að það er, þú veist, og meðalveg sko hvernig fyrrverandi tengdamóðurinn lýsir þessu þá er þetta greinlega, þetta hefur alltaf verið rætt svona innan þessara fjölskyldu í mörg ár, að það hafi sem sagt fólki gremst það, að þarna hafi verið slitið á tengsl milli föðurs og barns og mér finnst fókusin í umræðinni einhvern veginn hafi svolítið vantað á þennan þátt málsins, af því að foreldra útilokun er
hryllilega ljótt fyrirbæri og þið getið bara lesið ykkur til það. Það þetta, ef við og reynum síðan í, sko, sonurinn hefur núna stigið fram og sagt að ekki það hafi verið tálmun að ræða og skiljanlega tekur hann upp hanskan fyrir móður sína bara og maður ber fulla virðingu fyrir því og gott hjá honum að gera það. En hann auðvitað ekki til frásagnar hvernig þetta ástand var þarna fyrir 35 til 30 árum síðan þegar að slitin eru þessi tengsl milli barns og föður og hann lýsti því að þeir hafi hist þegar hann var komin á fullorðinsára og svona en það þegar þú lest til foreldraútilokun þá auðvitað þú getur séð fyrir þér að faðir sem hittir síðan uppkominn son sinn á fullorðinsárum hann finnur skilur það tengslin ekki til staðar, skaðin löngu skeður og hann þakkláttur fyrir þennan fund með barninu en fer síðan heim og grætur á koddann sko, fyrir allt það sem hefði getað orðið en varð ekki og þannig að maður skilur alveg að það undirliggjandi harmur þarna sem verður síðan til þess að fólki misbýður þegar viðkomandi verður barnamálar á þeirra. Tálmun og foreldraútilokun auðvitað sklæpur gegn barni fyrst og fremst. Þannig að þessi þáttur málsins finnst mér vera langt mikilvægastur. Það ekki spurningum hvort að einhver hafi verið 15 ára eða 16 þegar samræði átti sér stað. Þannig að þetta mér komið mér á óvart hvað þetta hefur fengið lítinn fókus og svona börið afgreitt bara einhvern veginn sópa út á borðinu án þess að mikið sé talað það. Já. Brynjar, það kom fram áðan að þú hefur starfað svolítið við það sem við köllum stundum slúðublaðamennsku sem að sko margir fordæma en það gleymir stundum að það nú tabloid miðlarnir sem stundum flytja mikilvægastu fréttirnar og þær sem að breyta svo sannarlega gangi heimintunglana í heiminum en bara vinnubröðin í þessu máli ef við fáum svona þitt sjónarmið. Ég held að það sem kemur mér kannski mest á óvart með þau að þú steikir nú að segja að fréttastofan hefði reynt að hafa samband við Ásthildi áður en fréttin fór í loftið upphaflega. Ég hefði viljað hafa þetta allt í einum pakka. Þú vildir hafa viðbröðin hennar í raun og veru. Mér fannst þetta kom svolítið svona óheppilega út fyrir Ríkisútvarpið að þessi frétt fer þarna út og síðan stuttu eftir það kemur viðtalið og það sem tekið hérna í andirinu á RÚV Má ég aðeins benda á í þessu samhengi að ef rétt það sem Heimir Már segir þá búið að spila fréttina þegar viðtalið við Ástu Lóu tekið. Þannig að bara svona til að... Já, eins og ég segi, ég hefði viljað bara, þegar þetta sett fram upphaflega, þá held ég að það hefði verið best fyrir alla að þetta væri í einum heildstæðum pakka, það sem tengdamóðurinn segir og Eiríkur og síðan svar frá Ásthildi. Það í raun og veru það sem svona... Það spyr okkur skúpgrædduna hjá Ríkisútvarpinu þannig. Já, það gerir það að vissu leyti. Og það hefur verið bent á það að kærasti eða einmaður fréttamannsins starfar á Mokkanum, held ég, blaðamaður þar og mögulega hafi þeir tveir miðlar verið í einhverju samkeppni, nú ég bara segja það sem ég les á internetinu, ég veit ekki meira, en það væri nýtt ef Ríkisútvarpið komið í svona skúpham. Já, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig vinnubröðin eru í dag upp á RÚV varðandi svoleiðis. Í svona viðkvæmi. Já, af því þetta frekar viðkvæmt mál og Já, ég verð bara að segja að ég held að það hefði verið best fyrir alla ef það hefði verið saman í einum pakka en ef að hún fekk tækifæri til þess upphaflega til að svara fyrir sig en gerir það síðan ekki fyrir en eftir að fréttin komin í loftið þá náttúrulega verður að skrifa það á hana. Það náttúrulega ekki gaman að missa frá sér stóra frétt, svona sögu. Það alls konar tilfinningar, stress og maður þarf að taka ákvarðanir alveg bara leiftursnögt. Það líka áhugavert að hugsa hvernig þetta hefði farið ef að forsætisráðuneytið hefði ekki neitað þessari konu þennan fund. Þegar þeir fá þessar upplýsingar hvað þetta snýst, þá gefa þau frá sér, við ætlum ekki að veita þér fund. Og konan hefur sagt að hana langaði ekkert til þess að þetta yrði gert opinbert. Heldur vildi hún bara fá fund með Kristrúnu og kannski Ásthildi Lóu og bera upp þessa gremju sína og fá þær til að fallast á að það gengur ekki að hún sé barnamálar á þeirra, þessi kona og það veit ekki hvort að ef þetta hefði þróast á þann veg að það hefði verið tilkynnt bara
Ásthildur Lóa hefði ákveðið að segja sig frá barnamálaráðuneytinu af persónulegum ástæðum og við höfum aldrei fengið að vita neitt um þetta, sko. Það spurning, sko. Þetta svolítið skrítið hvernig forsætisráðuneytið hélt á þessu máli og raun og veru sko, hafnar því að tala frekar við konuna þegar þau eru búin að fá þessar upplýsingar hvað máli snýst. En sko aðeins aftur að þér og þessum vinnubröðum. Sko, þú vinnur núna á mannlífi. Já. Og þú hefur unnið á DFF og svona og eru þið núna til dæmis bara sem að ræði það sérstaklega, ef þú hefði verið með þessa frétt, hefðirðu ekki sett hann í loftið án þess að fá viðbröð Ásthildur Lóu? Nei, ég hef átt erfitt með það. Já. Ég held að það hefði verið ég persónulega held að nei, ég hef ekki gert það. Þetta eitt út af fyrir sig finnst mér gera þetta mál svolítið sérstakt. Við erum ekki vön þessu að ríkisútvarpið, almannaútvarpið sem að við þurfum að greiða gjöld til stundi þessa tegunda blaðamennsku. Sko rétt áður en ég kom hingað þá sá ég að fréttamaðurinn var búin að svara Heimi Má og það er einmitt fullyrðir hún að Ásthildur Lóa hafi fengið tækifæri til að svara og ég náttúrulega veit það ekki frekar heldur en aðrir hvort að það er rétt eða ekki. Já. En hins vegar þá virðist það vera samkvæmt henni að þetta hafi verið eitthvað sem hafi legið fyrir og þau hafi vitað að þessi frétt, Heimir Már hafi vitað að fréttin yrði send út klukkan 6. Já, ég reyndar sammála það er ennþá vafi ákveðin efnisatriði. Já. Sem að er kannski svolítið snúin í þessu. En sko þú segir þetta, meira þess að þið á mannlífi hefðu þið varla farið með þetta fram. Sennilega ekki, nei. Nei, og þið hafa gengið langt. Já. Og aðeins kannski út fyrir þetta en samt kannski tengt. Sá ég það daginn, voru þið eru þið farin að rukka fyrir fréttir? Einstaka fréttir, já, svona lengri sem eru einstaka fréttir? Já, svona sem eru í lengri kantinum. Já, hvers vegna eru það því? Hvernig áskriftamódel gengur upp á mannlífi, hvort að fólk sé tilbúið til að greiða beint fyrir þessar löngu fréttir. Já. Og við erum að færa okkur svona kannski líka í svona að vera mannlífsviðtölum gömlu og mannstætti þeim, þau verða tekin upp aftur. Já. Og þau verða örugglega einhverju leyti bakvið svona áskrift. En þegar þú lest á internetinu núna í umræðu þetta mál að það sé verða að höfða til lægstu hvata og hlustendur og áhorfendur Ríkisútvarpsins eigi betra skilið en að það sé farið í einhvern sora með því að draga upp þessa gömlu beinagrind í lífi Ásthildur Lóu, þá segir þú hvað? Þú veist hvað Íslendingar vilja lesa. Mér finnst þetta, ef við tökum út fyrir hvað hann var gamall og nákvæmlega þegar þau byrjuðu samband sitt og í raun og veru hvenær hún varð ólétt og allt þetta. Mér finnst það að 23 ára eða 22 ára manneskja í sambandi við 15 eða 16 ára mannesku sem verður síðan ráðherra, fyrir mér það alltaf frétt. En það þarf náttúrulega að vera hvernig hún sett fram og náttúrulega smáatriðin þurfa öll að vera rétt. Þú veist hvort að hann var 15 eða 16 ára og þetta með tálmunina er líka mjög mikilvægt finnst mér eins og Frosti var að nefna hérna áðan. Að þetta þarf náttúrulega alltaf að vera í lagi en bara á blaði ráðherra í sambandi með 15-16 ára, fyrir mér það alltaf frétt. Já. En ef þú tekur eina viku í að skrifa ítarlega fréttaskýringu einhverja skattabreitingu og svo 2 klukkutíma annars vegar í eitthvað svona mál, hvað líður lesturinn á mannlífi, hvort sigrar? Á mannlífið held ég að ráðherrafréttin myndi fá talsvert meiri lestur, sko. Já, og sko það hefur stundum verið talað það að einn vandi fjölmiðla núna upp á síðkastið síðan
fjárhagslegi resursar urða engu, áskriftir áður og síðan auglýsingafé sem að það sem 7. hver króna komin út fyrir landsteinina sem áður féll til innanlands. Það stundur sagt að sko við neyðumst til þess að breyta fréttamati okkar. Við neyðumst til þess að skrifa fréttir sem fólk vill lesa. Þá ofta einhver svona hneyksli, kynlíf, skandall, blóð og sæði var segja það Stefán Jón fyrirgefðu, en þegar ég var ekki búinn að vinna lengi í blaðamennsku þá sagðirðu mér að það væri einhvern tvennt sem að seldi í blaðamennsku, það væri blóð og sæði og þá áum við ofbeldi og kynlíf. Og þetta nefnilega rétt sko. En Ríkisútvarpið að smitast af ein spurningin sem ég spyr núna, af því að sumir telja sig sjá svona meiri neyð hjá fjölmiðlum sem reyna að starfa áfram með alltaf minni peninga og minni mannafla, að þú þarft að skrifa eitthvað sem að... Mér finnst vera of mikið gert úr því að þetta hafi verið einhver svona svora blaðamennska hálfu rúf, ég verð að segja það. Þetta bara mjög stórt fréttamál og við getum ekki annað en trúa því sem að Sunna Karen segir að Ásthildi Lóu hafi gefist tækifæri á að bregðast við fréttinni áður en hún fór í loftið klukkan 6 og þannig bara verið að greina frá því að kona hafi haft samband við forsætisráðuneytið með þetta mál og vilja að fá fund og þetta væru ásakanirnar sem var uppi og Ásthildur Lóa ætlaði að koma í stúdíó sjónvarpsins klukkan 6 í viðtal og ég held að það hefði litlu breytt þó að hún hefði komið í viðtal fyrir daginn þó að það hefði verið inn í sama pakka. Þetta bara, þessi frétt óháð, sko, svör hennar breyta engu svo sem fréttina í stóru myndinni. Ég alveg sammála því sem þú ert að segja. Það sem ég var aðalega að meina upp á að reyna að fá viðbrögðin var vegna þess að mér finnst það hafa myndast svona smávegis rugglingur tímalínu. Hver sagði hvað, hvenar og einhvern veginn. Þannig að hafa þetta í fyrstu fréttinni hefði dregið úr rugglingi hún hefði verið meira balanseruð fréttin, kannski. Hún gefur ekki kost á viðtali eða svörum. Hver eðlilegu tími sko að gefa odda mannesku í þessari stöðu? Hefði hún átt að fá heilan sólarhring til þess að undirbúa viðbrögð? Það ekki hægt. Hún verður að gera svo vel að veita svör bara eins fljótt og kostur og það fær engin sólarhring. Ekki í dag. Það hefði hringt að morgni og sagt, við erum að vinna hérna frétt sem fjallar þig og að þú hefur gert þetta og þetta, viltu svara? Hún er byrt klukkan 12. Það bara þannig. Og þetta bara það þekkja þetta allir. Kannski í dag, en þetta var ekki svona, það var alveg gefin sólarhringsfrestur hér fyrir ekkert svo mörgum árum. Já, það er nefnilega akkurat þetta sem að við verðum að setja í samhengi og líka hvað varðar efni þessara fréttar. Það sem einu sinni gekk og gerðist og gerist þykir ekki gott í dag. Við verðum bara að lifa með því. Og það er nákvæmlega sama sagan að þá var ekki einu sinni til orði launaþjófnaður. Ég hafði aldrei heyrt þetta orð þegar að Sólveig kemur fyrst fram með þetta. Og ég upplifði það sem unglingur að vinna og vera borgað mun lægri laun á þeim forsendum að ég væri ung, sem að var auðvitað launaþjófnaður, því ég var að vinna alveg sömu vinnu og kettlingarnar við hliðina á mér sem höfðu þann kostinn að þær voru aðeins eldri. Og við erum líka komin með núna veruleika það sem vinnumansal tíðkast og við erum að uppgöta það að það er bara til fullt af fólki hér á Íslandi sem er algjörlega tilbúið til þess að gera þetta og eigum við þá ekki að fjalla þetta vegna þess að þetta var ekki sjáanlegt í samfélaginu eða þótti kannski ekki tiltökumál í samfélaginu fyrir 35 árum. Er það svo? Það verður einhvern veginn, við verðum að taka þennan tilfinningalega þátt út og ég viðurkenni það að ég hef mikla samúð með Ásthildi Lóu
Þetta hlýtur að vera óskaplega erfitt að ganga í gegnum þetta. Já, ég vona bara að hún sé að fá mikinn stuðning og helst einhvers konar áfallahjálp. Já, ég alveg sammála. Þetta ekki smá svipugöng að gangi í gegnum. Það var rosalegt að sjá myndir af ríkisráðsfundinum í gær þar sem hún tjáir sig ekki við fjölmiðla og hún alveg brotin. Sko. Var þetta ekki mest lesna fréttin á BBC líka? Þetta er heimsfréttir. Það er eitt af því sem fólk hefur gert athugasemd við að hún sé máluð þar upp sem bara barnaperri. Það er náttúrulega líka annað sem að við ráðum ekki við. Nei. Og það eru erlendir fréttamenn. Sumir segja að Ríkisútvarpið hafi rammað fréttina, spísað hana meira heldur en reyndist. Það kann að vera, en mín reynsla er nú bara einfallega svo að þegar erlendir fjölmiðlar hafa tekið upp fréttir frá Íslandi, eins og bara til dæmis fréttin af Sigmundi Davíð, þá mála þeir þetta mun sterkari litum heldur en íslenski fréttamenn. Íslenski frétta- og blaðamenn sýna miklu meiri tillitssemi einmitt vegna smæðar samfélagsins og hefði þetta komið upp úti í Bretlandi, þá leyfi ég mér að fullyrða að fréttin hefði verið mun miskunnarlausari og anstíkilegri heldur en nokkuð tíman hér. Við tók líka eftir í kommentarkjárunum á fréttin á BBC, almenningur þar var með fókusin miklu meira á það sem ég talaði á, þannig að þarna hefði verið ungur maður sem hefði verið látin greiða meðlög í 18 ár án þess að fá umgengnisrétt við barnið og hann hefði verið neitað þessa umgengni. Og þar var almenningur að setja fókusinn. En Steingerður, þú ræddir smæð samfélagsins. Já. Og það er alveg gríðarlega stór breyta í þessu vonlausa verkefni að vera blaðamaður á Íslandi, sérstaklega ef þú ætlar að sinna aðhalds- og eftirlitshlutverkinu og vera gagnrýninn og vera einn svokallaði varðhundur almennings. Þetta er eiginlega alveg glatað, sko. Og hugsið ykkur, af því að við erum að tala um hvernig Ástu Lóu líður, þá líður henni Sunnu sennilega ekki heldur mjög vel á Ríkisútvarpinu vegna þess að hún er náttúrulega búin að fá sko því líka fjallið ofan á sig af heift og hatri og Ríkisútvarp allt saman. Mér langar aðeins að fara bara í þetta sérstaklega. Ritskoðar, hver einasti blaðamaður sig á Íslandi, sjálfsritskoðar, þar að segja hvað eftir annað að ótta við það, hvaða afleiðingar verði af fréttaflutningum. Ég held að það fara miklu leið eftir reynslu. Ég held að þeir sem komast yfir þennan hjalla að starfa í nokkur ár, ég held að þú fáir nokkuð þykkan skrá. Og þú þarft eiginlega að gera það ef þú ætlar að starfa lengi í fjölmiðlum. Ég held að ritskoðunum verði minni og minni með starfsreynslu. En á móti kemur að menn vanda sig og vita betur hvað þeir eru að gera með reynslunni og þannig að þú veist, ef þú ert að vanda þig nægilega vel, þá getur þú verið að greina frá viðkvæmum málum án þess að það verði einhvern hátt gagnrýnivert. Já. Ég er alveg sammála því og þegar ég var á vikunni þá birtum við oft viðtöl einmitt svona hluti, konur sem voru opna á ofbeldismál, við birtum viðtöl við börn, fólk sem hafði glímt við fíkn og var að segja frá sínu uppeldi og þeim sásöka sem að þau höfðu upplifað í uppeldinu. Við birtum viðtöl við hinsegin fólk og transfólk sem hafði upplifað ýmislegt í samfélaginu og við vorum alltaf með einhvers konar skjalfestar sannanir á bak við það sem við vorum að gera. Þetta fólk sem kom til að segja okkur sögur sína, það gat sagt okkur og lagt fram skjöl sem að sýndi til dæmis kærur. Það var kannski með vitnisburð einhverja annara sem að höfðu upplifað þetta. Og við leituðum ekkert alltaf staðfestingar hjá þeim sem ásakaður var, en ef hann kærði sig að koma og svara þessum ásökunum í vikunni, þá stóð þessu fólki það opið. Það gat gert það. En við vorum alltaf með svona varan á okkur að við vorum aldrei til dæmis heldur að birta fréttir af einhverjum málum sem voru kannski miðjum storminum, eins og einhverjum skilnaðarmálum að birta, þú veist, viðtal við annan aðilan og þetta var allt saman óútkljáð. Okkar viðtöl gengu yfirleitt út á það að fólk var að líta tilbaka til atburða sem höfðu gerst einhverjum árum fyrr og viðkomandi var komin kannski á þann stað að geta horft aðeins öðrum augum
á hlutina heldur en þegar hann í miðjum storminu. Og mér finnst það lykilatriði að þú ferð ekki inn í viðkvæmar upplýsingar eða deilur án þess að vera þá 100% vissum að það sé eitthvað til í sögu þessara mannesku. En hins vegar verðum við líka átt okkur á því. Allir hafa rétt á að segja sína sögu og setja hana fram frá sínu sjónarmiði og það kann vel að vera að þitt sjónarmið sé ekki fullkomlega sannleikanum samkvæmt og við erum öll bara þannig gerð að við reynum að hlífa okkur sjálfum og setja fram einhverja skýringar á okkar hegðun og svona draga úr því sem að við gerðum svona kannski ekkert allt of fallega á sínu tíma og þetta náttúrulega eru við sem blaðamenn fullkomlega meðvituð en við berum ekki ábyrgð á því að viðmælandinn sé ekki að segja okkur fullkomlega sannleikan. Við berum bara ábyrgð á því að koma hans sögu skýrri og óbrenglari til skila. Já, hvað segir þú Frosti? Kannanir hafa mælt töluvert mikla sjálfsritskoðun meðal íslenskra blaðamanna. Það og stundum hefur manni fundist eins og það séu svona ákveðnir kimar, þetta sé svona velti á því sko, hvað þú ert að fjalla og hverja þú ert að fjalla. Hve mikil viðbrögð þau geta orðið? Ég held að það sem meiri svona sjálfsritskoðun bara þegar kemur að svona hinni ríkjandi skoðun og blaðamenn þori ekki að fara mikið út fyrir það sem þeir skynja að kollegar þínir á ritstjórninni eru einhuga eða og það verður þá svolítið monotónískt svona ástand í og ég held að traust til fjölmiðla, lækkandi traust til fjölmiðla sé mikið til komið vegna einmitt þess að þeir upplifi orðið með vaxandi sko svona alternative media eins og sagt sko að þá upplifir þeir að það sem það verið að segja þeim í stóru fjölmiðlunum sé oft mjög hlutdrægt og það sé búið að valdsækið kannski? Já. Og bara til dæmis við getum talað sko tímabilið þegar við vorum í COVID ástandinu sko. Það var bara ein skoðun sem var leyfileg og bæði almenningur og blaðamenn veittust að fólki sem leyfði sér að efast eitthvað hennu opinberu áætlun og það við lítum tilbaka þá sjáum við það bara enn betur hversu óbóðslega yfirdrifið þetta var og eintóna og mikil hlutdrægni og gagnrýni blaðamanna var lítil sem engin. En myndirðu segja að það, nú eru þið öll aðeins eldri en ég, myndirðu segja að það hafi breyst, þar að segja eins og á 10. áratugnum, myndirðu segja að það sé meiri hlutdrægni í fjölmiðlum í dag heldur en þá? Nei, eflaust ekki. Ég held að það sé að afhjúpast fyrir okkur því miður að ég alveg upp í það að þú gæst bara treyst sko, Reuters, New York Times, Washington Post, þetta veru 100% sko, faglegir fjölmiðlar sem væri bara að segja hlutlaust frá staðreyndum mála en nú bara, þú getur farið eftir í sko Watergate-málið, það ótrúlegt þess að maður komast að Bob Woodward, þessi dáði rannsóknarblaðamaður að þessi afhjúpun hans Watergate Nixon-málið er hans fyrsta verkefni í blaðamennsku. Þar áður starfaði hann sem Naval Intel Officer og var sem sagt starfsmaður í Hvíta húsinu og af þeim 6 eða 7 sem að brjótast inn í Watergate bygginguna það eru 5 eða 6 starfsmenn CIA sko. Þetta kemur í ljós að þetta var ekki svona bottom down uppljóstrun heldur þetta sko þetta innan úr stjórnkerfinu sem farið í aðgerð gegn Richard Nixon sko. Þetta er óbáslega þetta rugglar öllu sem maður alveg upp við einhvern veginn og ég held að það sé búið að vera svona í langan tíma að stóru fjölmiðlarnir hafa verið við sjáum líka bara með þessi USAID sko fjármunir sem dælt sko í fjölmiðla út allan heim frá Bandaríkjunum það segir þá sögu að það hafi í áratugi allt frá seinni heimsstyrjöld verið sko ákveðið narratív sem ákveðið í Washington sem sagt í fjölmiðlum út alla Evrópu. En mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning hjá þér og sko mitt svar ef ég má reyna svarinni af því að ég byrjaði í blaðamennsku 84 og þá var ég frílans hjá NT sem var svona lítill
svona lítill hlekkur sem kom eftir tíman og að hátta nútímavæða tíman, framsóknarmálgagnið, þannig að ég þekki söguna svolítið langt aftur. Mitt svar við þessu að við erum sumpart aftur núna að nálgast polariseraðri fjölmiðlun sem var þegar flokksblöðin voru og hétu, en ég er samt ekkert endilega vissum að við séum hlutdrægari núna en við vorum áður. Þetta er svona minna í skötulíki, þetta kemur að meiri krafti. Mogginn kemur óhaminn til leiks í brjálaðri stjórnarandstöðu af því að þar er ekki sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn. Mér fannst einmitt Valur Grettisson hérna í þættinum hjá þér nefndi þetta sem ég fannst mjög áhugavert, sem ég hafði í raun og veru ekki pælt í fyrir hann að sagði að Morgunblaðið hafi í raun og veru verið í dvala. Já. Að hans mati í svona rannsóknarblaðamennsku gagnvart yfirvöldum meðan sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta. En síðan einmitt komið með krafti eftir að breyttist og svona áhæguleg punktur hjá hann að því að maður hefði náttúrulega séð þetta að það mikið verið að sækja meirihlutum í Reykjavík náttúrulega en þetta var mjög svo bara það er bara svona uppljómum þegar Valur sagði þetta svona, já. Akkurat, það var fleiri talað um þetta. Sko fréttavilji okkar, bara tökum hræsnina og hendum henni burt. Við erum öll pólitísk, við erum öll pólitísk, samfélagspólitísk. Við erum ekki vera flokkspólitísk sem blaðamenn, en við erum öll samfélagspólitísk. Og fréttavilji okkar, hann er mismikill eftir því í hvaða hópi við erum, á hvaða ritstjórn við erum og svo framvegis, ekki satt? Jú, það er alveg rétt. En það kemur líka á móti að þegar ég byrja til dæmis 1989 að þá voru bara ákveðin málefni sem voru bara ekkert rædd og voru bara alls ekkert upp á borðum í fjölmiðlum og það hefði til dæmis ekkert þýtt að ætla sér að koma með inn á vikuna eða einhvert annað tímarit svona bara viðtöl eins og tíðkast oft í dag sem að fjalla alls konar hluti og þú veist, og ég man þá tíma til dæmis þegar að í fyrsta skipti er opnað á barsmissi, það var hjá Nýju lífi að Gullveig Sæmundsdóttir birti viðtal við konu sem hafði mist barn. Þetta var í fyrsta skipti sem einhver kom fram opinberlega og ræddi það. Ég man líka eftir Gerði Kristnýju þegar hún birtir viðtal við stúlku sem hafa, eða þar að segja grein, réttara sagt, sem stúlkan hafði skrifað sjálf og hún hafði orðið fyrir kynferðislegri misnotkun bróður síns þegar hún var barn og Gerður sem sagt setur þetta út og stúlkan hafði framið sjálfsvíg þarna skömmu áður heldur en blaðið kemur út og það varð allt brjálað og Gerður skrifar seinna drápu þessa stúlku, ljóðabálkin og þegar hún til dæmis talar við Thelmu Ásdísadóttur að þá ákveða þær í sameiningu að þetta sé stórt mál til þess að það geti orðið viðtal og það verður bók og hún fékk vítur frá Blaðamannafélagi Íslands síðanefndinni fyrir þetta reyndar fyrir að birta greinina sem að stúlkan skrifaði hún fekk vítur frá síðanefnd sem er álítið hneyksli í dag og hefur verið álítið lengi sem en svo fær hún blaðamannaverðlaunin fyrir Thelmu Ásdísadóttur þannig þetta bara segir okkur að það eru ákveðin mál sem að þú veist eru bara orðin mainstream sem að þykir bara sjálfsagt að ræða og á að ræða vegna þess að þau eru partur af því að við erum, eins og þú segir, við erum samfélagslega pólitík, við viljum koma áfram einhvers konar okkur í átt að einhvers konar betra samfélagi þar sem ríkir meiri skilningur, meira umburðarlyndi og vonandi meiri virðing fyrir mannréttindum hvers annars þó ég sé stundum svolítið vonlaus það en þetta er allt hluti af því og eins og ég segi þó að það sé hægt að hafa fulla samúð með fólki sem að þarf að gangi gegnum
þessa hluti sem að fylgja blaða- og fréttamennsku viðkvæm málefni, að þá samt sem áður, þá verðum við að stinga á þessum kýlum, við verðum að ræða þetta, en þessi heift og þessi ofsi sem að þú einmitt ert að tala að sé í kommentakerfunum, hann kemur okkur ekki nokkur skapaðan hlut. Hann ekki til þess að flytja okkur áfram. Ef að við getum rætt málin af einhvers konar skynsemi og yfirvegun og virðingu hvert fyrir öðru, þá komumst við áfram. Það eru dæmi að það hefur risið bylgja hjá almenningi sem ekki hefur leitt til góðra ákvarðana. Muniði þegar Illugi Jögg var ritstjóri á DFF ásamt hverjum einhendi Það var Mikael Torfa einhendi. Ég byrjaði helgina eftir það. Þú byrjaði helgina eftir það? Það voru ekki Mikael og Jónas á ritstjórar, minni það. Var það þannig? Já. Ég man ekki, allavega Mikael. Illugi fréttastjóri kannski eitthvað slöðs, mér minnir að hann eitthvað komin nálægt þessu. En þarna sem sagt pervert, maður sem búin að eyðileggja líf margra ungra drengja á Vestfjörðum. Og þeir birta kannski ekkert ægilega smekklega frétt, kannski hefur átt að sleppa því að segja að hann hefði verið einhentur eða eitthvað slös, ég veit það ekki, en það var þá smáatrið í stóra samhenginu með við fréttina og það bara verður allt brjálað, bara allt samfélagið, undirskriftalistar, svona eins og Húsavík þegar menn mótmæltu umfjöllunum nauðgara þar í bæ, Já, þeir mótmæltu ekki umfjöllunum hann, þeir mótmæltu því að stúlkan hafði kært hann. Akkurat, sko. Og þeir skrifuðu undir bara stuðningsyfirlýsingu. Þannig að sko það er allt í lagi af því að nú svona rosaleg bylgja í gangi, heftar og hatursbylgja. Það er allt í lagi að rifja það upp að stundum hefur almenningur ekkert endilega rétt fyrir sér, sko. Því að hann öskraði á blóð og fékk það þegar þeir eru að segja af sér DFF-menn. DFF raun og veru fór bara í var það ekki lokað mjög tíma eftir þetta? Jú, það endurreisa það breyttist alveg svolítið, sko. Eftir á að hyggja þá var þetta mjög mikilvæg blaðamennska að afhjúpa þennan barnaníðing og þótt hann tæki sitt eigi líf þegar hann vissi að umfjöllun var á leiðinni, var ekki þannig? Já, þá var það ekki vegna umfjöllunarinnar, heldur vegna þess að hann hafði sitt á samviskunni og hann vissi að það var að fara fram í dagsljósið. Margir rugla þessu líka, þessari ábyrgð fjölmiðlamanna, saman við ábyrgð þeirra sem sannarlega hefðu betur varið lífu sínum öðrum hætti en gerðum. En það voru margir sem voru ósáttir við þetta mál vegna þess að þeir töldu að DFF-menn með því að hafa samband við hann og láta hann vita að fréttin væri á leiðinni, að þá hefði það í raun og veru eyðilagt það að það var hægt að hefja málarestur gegn honum og þar með hefði þessi maður ekki þurft að standa ábyrgð gerða sinna en það var sko sannað að hann hafði gert það sem hann var sakaður að það voru það að mér skilst það mikil gögn gegn honum en það er bara því miður þannig sem hlutirnir eru, það er ekki hægt að saka fjölmiðl það. Almenningur mjög gjarn á að einhvern veginn svona svolítið miskilja hlutverk fjölmiðla og ætla þeim einhverjar illar hvatir þegar þeir eru hreinlega bara að sinna hlutverki sínu að upplýsa. Og má ég lyfta gamalli forsíðu á bók sem ég skrifaði fyrir mörgum árum þetta viðhorf margra blaðamanna margra hópi almennings í dag til blaðamanna að við séum ekkert annað en mannorðsmorðingar. Það orð sem þið hafið heyrt síðustu daga. Þetta held ég sé bara byggt á svona, eins og segi, grundvallar miskilningi á hlutverki og eðli blaðamennsku. Akkurat. Svona að almenningur kannski eðlilega hafi ekkert sett sig nægilega vel inn í það. Er ekki fjölmiðlalæsi Íslendinga bara afskaplega veikt? Jú, alveg eins og fjármálalæsi og fjölmiðlalæsi. Þetta er ábótavant. En það hlutið af þessari umræðu meðan ástildið sem komið svolítið óvart. Ég bjóst alltaf við að þetta umdeilt og hvernig fjallaði þetta og það allt. En það sem ég átti ekki von og var allur þessi fjöldi einstakling sem sagði hreinlega þetta ekki frétt. Já. Þetta er einkamál hennar. Já, þetta hennar einkamál, þetta kemur okkur ekki við. Það eitthvað sem ég tengi ekki við það hugarfar. Verandi, eða þú veist það að segja, út af þeirri stöðu sem hún í, eða var í, rétt að segja. Þetta allt sem mjög áhugavert. Svo líka, það verður að segjast eins og að það ekki geðslegt hvernig skoðanir fólks á þessu máli
virðast að miklu leyti ráðast af því hvort fólk bara styður ríkisstjórnina eða ekki. Og það getur verið svolítið snúið að greina á milli þegar ræðir hellinga fólki sem annars væri í stöðu til þess að leggja mat á mikilvægi þessa máls. Menn hafa alltaf sagt að þeir blaðamenn sem að jafnvel gamli rúvarar sem sjálfir hafi hagsmuni af því að ríkisstjórnin starfi áfram. Þeir hafi aðra skoðun á þessu máli að jafna því heldur en hinnir sem að vilja bara sprengja þessa ríkisstjórn. Og svona þeir sem hafi í gegnum tíðina verið kannski svona mjög dómharðastir og vilja kalla eftir blóðsúthellingum séu allt í einu núna komnir í rosalega stellingar friðadúðunar þegar af því að þetta þetta fólk sem ræðir. Þetta mjög áhugavert. En þá líka verðum við að draga það fram hvernig viðbröðin hafa verið frá ríkisstjórninni, bæði frá Ásthildi Lóu að segja umsvifalaust af sér og hafa skilning á því að það væri eðlilegt og sjálfsagt í þeirri stöðu sem hún var í og Kristrún Frostadóttir að senda til fjölmiðla bara umsvifalaust öll samskipti við konuna og hvernig hún hafði samband við forsætisráðuneytið og allt annað. Þetta hlutur sem við höfum ekki upplifað áður að þetta sé svona upp á borðum. Og þessi blaðamannafundir? Já, og þessi blaðamannafundir. Það algjörlega rétt. Við höfum hingað til upplifað það að þegar að hafa komið upp einhver mál eins og lekamálið og fleiri hneykslismál að þá hafa fjölmiðlamenn þurft að sækja mjög fast til þess að fá þær upplýsingar sem þeir þurfa og þeir vilja. Og það hefur verið mikil tregða til þess að upplýsa mál. Ásta Lóa þetta nýtt viðmið svona okkar þol gagvart ráðherra sem stendur í stormi deilna og umdeilanleika. Það ekki tilviljun á sama tíma hún segir af sér þá menn búin að draga upp öll gömlu hneykslismálin að Bjarna Ben sem hann þurfti aldrei að segja af sér fyrir en hefði náttúrulega betur gert fyrir áratugum og leiddu til þess að það var aldrei traust á milli hans nema bara hluta þjóðarinnar. Það náði ekki langt út fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem samfélagi alveg gríðarlega hættulegt til lengri tíma. Það sé ekki traust á milli ráðherra og almennings. Og hér Ásta Lóa að setja nýtt viðmið og kannski hófst sú saga hjá Þórði Snæ Júlíusinni að einhverju leyti. Maður veit það ekki. Maður veit ekki hvort Kristrún Frosta og það að Þórður Snær skildi ekki taka þingsæti út af gömlum farangri eins og hér að ræða, gamlan farangur. Akkurat. Maður veit ekki hvort það einhver stemning inn í þessari ríkisstjórn hjá þessum 3 valkyrjum sem hann að leiða að ef það komi svona komi mál sem að geti haft áhrif á vinnufrið að þá dugi það eitt og sér til þess bara. Þetta sé nú líka í þessu það svona þegar maður sér svona rosa skjót viðbröð og fólk var að hissa á því hún verið búin að segja af sér í raun og veru áður en fréttin gefin út að þá nú oft á tíðum þannig að þá eitthvað alvarlegra undirliggjandi sem að viðkomandi vill forðast að sé rætt og mér finnst það að koma heim og saman við að ásakanir barnsföður að hann hefði gegn vilja sínum verið rifinn og slitinn út úr lífi þessa barns. Ég kemst ekki hjá því að tengja það saman. Haldið þetta verði fordæmisgefandi? Já, ég held að hægt og rólega þá skapist nýr skilningur á mikilvægi þess að ráðherrar í ríkisstjórninni geti ekki verið með mál á bakinu á líðandi stundu sem að lami traust kannski 70-80% almennings. Já, og það alveg mál til komið að við Íslendingar færumst lengra í þessa átt því að við erum bara búin að sjá það bæði á Norðurlöndunum og í Bretlandi að það hafa komið upp mál sem snerta það ráðherra eins og bara til dæmis það að ráðherra hafi notað opinbert kreditkort til að kaupa sér mat. Það var til þess hún varð að segja af sér í Danmörku. Bara borga barnapíu svart hefur kallað ásókn. Og það til dæmis eins og í Bretlandi að ef upp kemst að þeir hafi verið að gjóa augunum á aðstofamenn sína eða eitthvað slíkt að þá hafa þeir verið látnir fjúka alveg miskunnarlaust og sagt að ef að þú getur ekki verið traustur í þínu hjónabandi þá getur ekki verið traustur í þínu opinbera starfi og þú veist þetta finnst okkur kannski smáatriði en þetta samt sem áður samræmist ekki því hlutverki og
sem að æðstu ráðamenn þjóðarinnar að taka af sér og við verðum bara að gangast undir það að ef að við ætlum að taka að okkur svona hlutverk þá eru gerðar aðrar kröfur til okkar heldur en ef við værum prívat personur. En það von á fjöri vegna þess að Jón Gunnarsson fyrrum ráðherra og núverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins hann gefur til kynna í athugasemd við færslu Össurar Skarphéðinssonar á Facebook að Sjálfstæðismenn vita fleiri álitaefnum í fortíð meðlima ríkisstjórnarinnar eða stjórnarmeirihlutans og ég birti frétt í morgun á samstöðum.is með ummælum Jóns Gunnarssonar, við vitum að það eru fleiri beinagrindur í skottinu hjá okkur og einn daginn munið þið þurfa að reyna að jarða þær líka, segir Jón Gunnarsson Össur Skarphéðinsson. En ég ætla að ljúka þessari fagna því. Ég alveg, mér finnst allir fornleifa gröftur bara virkilega skemmtileg. Við viljum fá alla beinagrinduna fram. Alla beinagrinduna fram, en ég ætla biðja ykkur að ljúka með mér þessari umræðu sem ég þakka ykkur af hlýjum hug fyrir að taka þátt í. Að ljúka þessari umræðu kannski með því að segja mér aðeins af því hvernig ykkur líst á þetta að rannsóknar og eftirlitsnefnd rannsaki svo svokölluðu skæruliða blaðamenn ef við byrjum á þér. Ég held að við sem fjölmiðlar þurfum að byrja á því að hætta að kalla þetta sem tengist blaðamönnum sérstaklega þann hluta byrlunarmálið. Mér finnst þetta að vera 2 aðskilin mál. Þú veist, mögulega einhver síma sem fer upp á RÚV eða eitthvað svona. Það annað mál fyrir mér heldur en byrlunarmálið. Ég held að fjölmiðlar þurfa að svolítið slíta þessi máli sundur og alþingismenn líka. En ég veit ekki alveg hvort það hefur verið talað að alþingi hafi ekki endilega heimild til að skoða þetta mál. Nei, ég þekki ekki lögin nógu vel til að geta sett mig inn í þetta en lögreglan búin að vera að rannsaka þetta var, rannsókn var hætt, hún var ekki látin falla niður það ekki rétt fyrir mér þannig að þetta svona mér finnst svolítið villandi að tala að fá alþingi til að rannsaka blaðamennina. Ég hef alltaf skilið þetta eins og þessi að tala að alþingi rannsaki eða sérstök nefndin rannsaka þátt ríkisútvarpsins sem að því að það ríkisstofnun þó að sé OHF þá það heyri það undir menntamálaráðuneytið og alþingi og eins og þú segir þá hefur lögreglan gaf það út að málið var ekki fellt niður heldur var rannsókn hætt sökum fyrningarákvæðis og ég man þetta var einhvern veginn ég með þetta þá segir embætti lögreglustjórans Norrlandi hefur tekið ákvörðun að hætta rannsókn í máli varðar myndabirlun, afritun og upplýsingum og síma og svo framvegis og svo segir að framburður sakborning sem afhenti fjölmiðlum síman hafi verið stöðugur allan tíman sem rannsóknin hefur staðið að hann hafi afhent fjölmiðlum síman og þar hafi síminn verið afritaður. Sakborningur upplýstum að hafa afhent fréttamenni RÚV síman í húsnæði RÚV í Reykjavík sá hafi kallað til annan starfsmann RÚV sem tók við símanum og fór með hann til þriðja aðila sem hann gat ekki upplýst hver hafi verið. Þessi starfsmenn RÚV hefðu verið með síman í sólarhring og sakborningur hefði komið daginn eftir aftur á RÚV og fengið síman afhentan aftur og í lokin sagt að ekki tókst að afla fullnægjandi stafrænna gagna þar sem að þeim hafi verið eytt og réttarbeiðnir sem sendar voru á erlendum tölvuþjónustufyrirtækjum hafa enn ekki skilað árangri. Það liggur fyrir að ekki hefur tekist að sanna hver afritaði upplýsingar af síma í einkaeigu og með hvaða hætti þrátt fyrir að vísbendingar séu upp með það. Af þessum sökum sem og vegna sjónarmiða fyrningu hefur embættið ákveðið að hætta rannsókn í þessum máli gegn öllum sakborningum. Og þarna liggur alveg inn í þessu að ef að starfsmenn RÚV hafi komið að þessu að brjótast inn í símtæki mann sem liggur á banaleguna bara á sjúkrahúsi þá eins og fólk hefur bent á það að sama og einhver fer og réttir starfsmanni RÚV hérna líkill að húsi, þú getur farið þar inn og gramsað og þú finnir ekki eitthvað og RÚV ekki að vinna fréttir úr þessu heldur verðist þau afrita síman, brjótast inn í síman, afritan og miðla síðan upplýsingunum áfram til annara fjölmiðla. Þannig að mér sýnist vera fullt tilefni til þess að þáttur ríkisútvarpsins í þessu máli sé rannsakaður. En þarf ekki að sanna fyrst að það sé einhver þáttur? Jú, eins og ég segi, það af því að lögreglan það er ekki búið að dæma þú veist hvað ég að vísa. En samkvæmt lögreglurannsókninni þá virðist það vera alveg ljóst og
og vitnið hefur verið stöðugt allan tíman og greint frá því og sagt mér sér frá hvaða starfsmönnum RÚV hún hafi afhent þennan síma, en það tókst ekki að sanna hver, af því að þeir voru ekki samvinnuþýðir, starfsmenn RÚV, til að upplýsa máli. Þeir vildi ekki segja hver það var sem að afritaði síman. Þannig að ég skilða vel að það séu einhverjir hérna úti sem að vilji að þáttur RÚV í þessu máli sé rannsakaður. Þá er ekki verið að rannsaka blaðamennina per se, heldur bara hvernig ríkisstofnunin kemur að þessu máli. Steingerður, finnst þér tilhneiging til þess að grafa undan trausti til fjölmiðlamanna undanfarið? Já, ekki spurning. Það er ekki spurning og það er búið að við gangast mjög lengi. Og í skjóli þess að við höfum verið að sjá rosalega miklar breytingar í blaðamennsku og akkurat eins og þetta sem ég var að tala að það er allt í einu orðið allt í lagi að ræða mál sem að voru bara aldrei rætt opinberlega hér áður fyrr að þá hefur það gengið fram að fólki og mörgum finnst að þetta eigi að liggja í láginni og sérstaklega náttúrulega þeir sem hafa ákveðin hagsmuni af því að hlutirnir séu ekki rættir eins og stjórnmálamenn og fleiri að það er og ég held að þetta sé bara mjög eðlileg viðbrögð í raun og veru fyrir ráðandi stéttir að reyna að halda sinni stöðu og breyttri og þannig að mér finnst það mjög skiljanlegt og það bara í raun og veru við verðum að bara vona og trúa að blaðamenn hafi hugrekki til þess að halda áfram. En ef ég má aðeins koma með punktinn í þetta að ráðandi öfl áttu við her af fólki fyrir ekki svo mörgum árum sem bara búið að skreppa saman niður í ekki neitt. Við sem stétt ætlum við séum ekki 10 eða 20% eða mestalagi 30% af því sem við vorum bara ekkert fyrir mörgum árum. Og restin komin inn í opinber störf sem fjölmiðlafulltrúar. Það nú eitt hvernig við ölum upp blaðamann, góða blaðamann og finnst allt í lagi að hoppi alltaf yfir í það að verða upplýsingafulltrúar og fara að gæta einkahagsmuna í stað almannahagsmuna. Mér finnst þetta mjög einkennileg menning. Já, og líka það sem búið að vera að benda á að stærsti vinnustaðurinn í fréttblað og fréttamennsku RÚV sem opinber stofnun og allt annað að minnka stöðugt og við erum að sjá það bara nánast gerast á hverjum einasta degi að einkareknu fjölmiðlarnir að minnka. Af því að þú ætlaði nú eitthvað að tala svona þessa smáu fjölmiðla og svona hvernig starfsumhverfi okkar og þá þetta margsögð tugga en það mikill sannleikur í henni að RÚV allt of fyrirferða mikið. Það mætti alveg vera miklu minna, það mætti alveg helminga RÚV og það væri samt gott ríkisútvarp. Síðan þetta sú staðreind að vera með sama hverslags fyrirtæki það sem sem sagt í samkeppnisrekstri við önnur fyrirtæki í landinu en á sama tíma að þiggja skattfé almennings þetta bara í raun og veru algjörlega siðlaust og þetta hefði aldrei átt að vera alveg eins og ríkisfjölmiðlarnir á Norðurlöndunum, þeir ekki með auglýsingar og þetta hefði þá allavega átt að vera leiðrétt fyrir lifandis löngu síðan ef þetta hefði verið leiðrétt löngu áður en til dæmis að Meta og Facebook og Google fara að koma og taka tekjur þá hefði fjölmiðlarnir verið í miklu betri stöðu þegar að sú samkeppni kom þetta skaðin löngu skeður og bröðst allt og seint þegar þetta sem umræði að koma upp núna með Meta og þetta það ótrúlegt að það hafi ekki verið farið í þá vegferð fyrir 10 árum allavega. Algjörlega og það samt ekkert of seint þú getur leiðrétt það sem rangt þó að það sé mikill skaði í orðin og það umræða sem ég heldur verðum og ég hafði líka þeim sem þykir vænt ríkisútvarpið að sem okkur þykir flestum að sjá að það alveg hægt að vera með gott öflugt ríkisútvarp þó að það sé bara helmingurinn af því sem það í dag. Það allt of mikið af einhverju svona uppfyllingar, afþreyingar efni sem að hinn almenni markaður getur algjörlega séð Já og bara fjöldi endursýninga ef við berum saman framleiðslu efnis, bara ég og þú
sem að munum tíman að tvenna, fyrir nokkra áratugi aftur í tíman, að það bara ekki saman að jafna. Þeir eru með líka hlaðvarpsdeild, sko, bara, þú veist, RÚV að gera endalaust af hlaðvörpum sem mjög sérstakt. 10 kvöldfréttatíminn, hann gæti verið, sko, þegar að mikið liggur við, þú veist, en ekki alltaf á hverjum einasta virka degi með fólk í beinni útsendingu og link út í bæ og þetta bara rándýr útsending. Ég vil líka segja, ég mjög þreyttur á því að gagnrýnin umræða RÚV sé túlkuð af starfsmönnum Ríkisútvarpsins sem árás á RÚV og árás á þau persónulega. Að þú varst þann 10 fréttatíman, það ekki rétt muna hjá mér að þegar voru ekki ólympíuleikarnir núna í sumar, þegar þeir færðu fréttatíma, eða var það eitthvað íþróttamót að það var mikið kvart á kveina að vera að færa 7 fréttirnar en reyndist það svo ekki á í lokum vera meira áhorf klukkan 9 það verið hægt í raun og veru hvort að það ætti bara að færa fréttatíman kannski 8:30 og hafa 1, það möguleiki. Já, það mætti allavega alveg klálega skoða sem sagt, þessa fyrirferð og gera eitthvað í því, minnka það alveg heilmikið. En hvernig einn rúmt á ykkur öllum þremur bara svona persónulegt starfsumhverfi í lokin, hvernig gengur þér að lifur að því að vera fjölmiðlamaður? Já. Þú ert með nútímann? Já. Og svo ert með podcast? En ég í 200% vinnu, segja til. Allan. En og maður vinnandi allan sólarhringinn. Og í hverju felast tekjur þínar? Það annars vegar auglýsingar og áskriftir. Já. Gefur upp hvað eru margir sem borga áskrift á broadcast? Nei, ég hef nú ekki gert það opinberlega. Af því að samkeppnisaðilar mínir gera það heldur ekki, sko. Nei, þetta dugar fyrir brauð og Já, það gerir það, en byttu fyrir þér. Þetta auðvitað bara, þetta það gamla góða hark, sko. Hvað eru þið mörg sem að fá tekjur þannig á þessum fjölmiðlum? Við erum 3 á nútímanum og svo eru, sko, á broadcast erum við með auðvitað með þáttastjórnendur í 5-6 mismunandi þættir sem að fá greitt af áskriftartekjunum. Já, ég sé bara vel gert. Já, Þú ert á Lifðu núna? Já, ég á Lifðu núna og í hálfu starfi hjá Samhjálp líka, þannig að ég fæ helmingin af mínum tekjum þaðan og svo ég að borga mér hálflaun frá Lifðu núna og það bara auglýsingatekjur sem að standa undir því og með svo með tæknimann í starfi, auglýsingastjóra og 2 blaðamenn í lausamennsku. Já, Lifðu núna bara þið eru tölvöld mikið lesin, ekki satt? Jú, ég ánægð, ég get ekki annað en verið það. Það heilmikið sem að fólk sækir þarna inn og það kemur alltaf óvart hversu margir þekkja þetta vegna þess að þetta nú ætla fyrir 65 ára og eldri en ég að hitta mun yngra fólk sem segist oft fara þarna inn og lesa og líka bara, ég held að við verðum líka átt okkur á að þetta stækkandi hópur, 65 ára og eldri og þetta líka hópur sem mjög virkur í samfélaginu, bæði sem neytendur og bara sem svona hópur sem vill láta að sér kveða og það að verða mikill munur á því. Ég nú farin að stelast til þess að kíkja yfir í þennan heim þótt ég sé nú ekki enn orðið 60 og þetta nú allt á leiðinni en maður heppinn. Það heppni að komast þarna yfir í þinn helsta markhóp. Já, það það og þetta óskaplega fjölbreyttur og skemmtilegur hópur. Ég búin að hitta svo mikið af áhugaverðu og skemmtilegu fólki að þetta svona líka bara gefur manni vonum að framtíðin sé ekki alveg vonlaus. Og þú ert augljóslega eins og ég alveg með ódrepandi ástríðu fyrir blaðamennsku. Já. Kemst ekki út úr þessu. Alveg saman hvað þú reynir. Ég veit það. Ég hef reynt að fara út úr þessu og þá satt maður var að hitta einhvern og hvað hefði verið spennandi viðtalsefni ég minn einasti. Brynjar, þú ætlar að segja okkur að lokum hvernig gengur hjá ykkur á mannlífi að láta enda ná saman? Ég held að það væri bara fyrir flesta almenna blaðamenn og ég ætla að flokka sjálfur myndi það að ef ég væri einstæður og ekki með barn þá gæti ég lifað á því. En bæta við barni eða eitthvað meira heldur en
2 herbergja íbúð í leigu í Árbænum eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það geti verið svolítið krefjandi. Já, einmitt. Ég skil þig. En af hverju ert þú blaðamaður? Ég held að það sé forvitnin í mér. Ég rosalega forvitin og ég held að þetta sé svona mín leið til að fá útrás fyrir forvitin að gera vini mína alveg sturlaða. Ég tengi alveg við það. Heyrðu, en kæra þakkir öll þrjú, Brynjar, Steingerður, Frosti, búið að vera frábært að hafa ykkur hér við Rauðaborðið í umræðum fjölmiðla. Við höldum henni áfram næstu vikur, alltaf á mánudögum og þakkir til ykkar áhorfendur og hlustendur að fylgjast með okkur. Þátturinn rétt að byrja, ekki fara langt. Við höldum áfram hér með Rauðaborðið eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.